og þá það byrjað og ég ætla að deila þessum skjá og fyrirlesturinn í dag, hann á ekki að taka allan tíman, þetta er meira svona kannski aðeins umræður og uppbytun fyrir lokaverkefnismódúlinn. Ég er ekki búinn að klára að skrifa niður alveg 100% verkefnalýsinguna fyrir lokaverkefnið, en ég hafði hugsað mér að breyta því aðeins þannig að eins og í námsáætluninni að þá kemur fyrir að verkefni að það séu 3 hópaverkefni sem lokaverkefni og ég á bara aðeins eftir að breyta því í fyrra og í fyrra var það þannig að nemendur völdu sér í rauninni 2 af 3 aðferðir til að fræsa. Ég ætla að minnka það niður í bara 1 af 2 aðferðir, þannig að þið megið velja ykkur úr 2 og ég ætla að kynna það núna. Og fræsing eða þá skurður og... Þetta er lokaverkefni. Er það í leikskurður og fræsing? Nei, það er í rauninni bara fræsing. Já, sem sagt, fræsingin er það nýja sem ég er að kynna fyrir ykkur. En lokaverkefnið þá í rauninni, þið megið nota allar aðferðirnar, þið verður bara að nota að minnsta kosti, þið verður að nota, lokaverkefnið er að búa til einhvern hlut, þið eigið að nota fræsingu til að búa til einhvern þátt af hlutnum, en síðan megið þið líka nota 3D-prentun eða leysuskurð ef þið viljið bæta við einhverja hluti. Og ég gerir ráð fyrir að því að þið hafið ennþá núna 2 vikur til að klára verkefni 2 og 3, þá er ekkert endilega viðeigandi, ég fari mjög mikið að kynna fyrir ykkur og ræða við ykkur lokaverkefnin. Þessi tími verður mótaður þannig að ég er að reyna að gefa ykkur bara innblástur, eitthvað til að hugsa þurfum við ekki að ákveða neitt akkurat núna, þurfum við ekki að byrja að skipuleika ykkur endilega mikið núna, en þetta er meira spurningum að svona kannski koma hugmyndaflugin aðeins á hreyfingu. Lokaverkefnin Já, og síðan lokar. Og það verður unnur restina á. Þannig að núna það verður fyrirlestur í dag og hann er bara svona létt uppbytun fyrir lokaverkefni. Þið eruð ennþá að vinna í verkefni 2 og 3 í rauninni. Í næstu viku ætlum við að fara þá ætlum ég að kynna fyrir ykkur fræsingu á stórum hlutum. Í þar næstu viku og mögulega í næstu viku að það gefst tími, þá ætlum ég líka að kynna fyrir ykkur fræsingu á mótun og mótagerð. Og ef ég næ að klára það, þegar ég búið með það, hvort sem það er næstu viku og þar næstu viku, þá förum við aðeins í hönnunar, rétt og hönnunarvernd og bara svona aðeins hugmyndir varðandi einkaleyfi og bara svona lögvari réttindi, hönnuða og alls konar svoleiðis. Það er meira svona létt og leiðburt en fyrir sem sagt lokaverkefnið ykkar, þá eigið þið aðeins að velta fyrir ykkur hvernig þið mynduð vilja hönnunarvernda það. Er það open source, er það alls konar svona license sem þið getið velt fyrir ykkur. Þetta er léttar æfingar aðeins að kynna ykkur fyrir í rauninni skrefin í kjölfarið ef þið ferð að vinna með þessi tæki eftir á. Það er krafa á lokaverkefni? Að þið velja ykkur hönnunarvernd. Hönnunarvernd. Við komum á því sem. Það er ekkert endilega eitthvað sem ég þurfa að velta fyrir ykkur. Það er ekki stórt atriði þannig að það. Já, ef við veljum okkur hönnunarvernd valdur að fá. Þið eigið að velja ykkur einhvers konar hönnunarvernd. Hönnunarvernd. Já. Ég myndi ykkur engaleyfi. Það er að segja að þið og þetta er fyrirlestur sem við förum út í það sem ég útskýri fyrir ykkur hvað þetta er, hvernig þið getur notað þetta, hvernig þið getur nálgast þetta. Þetta hefur að gera með bara svona frumkvöðla nýsköpunar pælingar. Okay. En bara svona til að gefa ykkur aðeins hugmyndir að sem sagt draugin að þessu er að þið veljið ykkur annarkvort fræsingu á stórum hlut og þá getið þið myndað ykkur húsgagn eða innréttingu eða þá að þið fræsið út í mót og steypið út með resinni, silikon og resinni. Og þá eru þá sem sagt svona það sem ég ætla að sleppa, kannski bara samt svona til gamans, að í fyrra þá bauð ég upp á eitthvað sem heitir trefjaplastmódul. Þá getið þið myndað ykkur sem sagt koltrefjar eða eitthvað svoleiðis. Þá er þetta fræsa út í svona XPS, þetta er svona eins og einangrunar plast, þetta er svona styrofoamplast. Það er það hægt að fræsa út mjög stóra hluti í þetta. Þetta er til dæmis það sem að rafnar gerir þegar þeir eru búa til
bátana sína og fræsa þeir út svona, þeir eru með brúkrana sem svona 10 sinnum 20 sinnum 10 metra, við erum að tala alveg gríðarlega stórar plötur, eða stóran fræsiflöt í sjálfum sér, en þá þetta fræs út í svona frauð. Fyrst byrjar maður að gera eitthvað sem heitir roughing og þá maður bara með stóran bita og að taka mjög mikið efni í einu og síðan og tekur það layer fyrir layer og síðan getur maður farið í eitthvað sem heitir finishing, final touch. Ég kem aðeins að því aftur eftir. En það þetta fræsa í svona XPS plötur. Þegar formið þessu komið, þá tekur maður það, hérna annað vídeó, tekur maður það og maður spreyjar það með svona mold release, þetta svona pínu silikon efni, setur í rauninni fíberinn í þessu vídeó þá erum við að nota koltrefjar, það að nota við höfum yfirleitt nota bara striga, þetta bara svona mjög einfalt náttúrulegu fíber sem maður klippur ofan í formið. Það oft gott að vera með það í mörgum lögum, þannig að ef strígin í rauninni, við getum ímyndað ykkur ofið efni sem þá eins og bara svona möskvi, þá þetta að vera með hann og setja hann á margan máta, þannig að fíberinn sé ekki alltaf að beinast í sömu áttir. Síðan í rauninni undirbýr maður mótið, þannig að það sé nóg af, þannig að maður getur vakúmsogað resinið inn í það og bætir svo epoxyresin eða einhverju öðru álíka við og á endanum fær maður út eitthvað sem svona. Þannig að þá í rauninni efnið, fíberinn, hann búinn að draga í sig epoxyresinið og verður grjótharður fyrir vikið. Þetta kallað trefjaplast, þetta kallað á íslensku, composite þetta kallað á ensku og composite þýðir meira samsett efni. Þar sem að ef ég myndaði eitthvað burðarþolið í efninu, að fíberinn, hann á miklu auðveldara með að svara togálagi og epoxyresin á miklu auðveldara með að svara þrýstiálagi. Þess vegna það samsett efni og mjög sterkt í bæði togálag og þrýstiálag. Skilja mig. Þetta eins og ekki boðið fyrir þennan áfangi. Þetta skiptið að því ég bara ekki með tækibúnaðinn almennilega til að sinna því. Og þess vegna ætlum við Þess vegna ætlum ég að bjóða okkur upp á 2 aðra hluti og annars vegar það mótagerð með fræsinu sem við erum með hjá okkur og þá tökum við einfaldlega bara svona vaxmót, þetta eru bara vaxblokkir, bara venjulegu vaxi. Það mjög þægilegt upp á því marki að það mjög auðvelt að fræsa það, þetta efni sem frekar stabílt, þannig að og það mjög mjúkt. Og þar að auki þá líka hægt að bræða það niður aftur. Þannig að í rauninni maður bara fræsir mótið, tekur vaxið úr og síðan getur maður bara sett vaxið inn í bakarópn og fær aftur bara góða blokk til þess að fræsa út. Þannig að í rauninni þarf ekki að fara neitt til spillis af þessu efni, það er að fræsa það aftur og aftur. Til þess að búa til þetta efni, við getum notað Fusion, við getum líka notað SolidWorks. Í Fusion þá þetta búið til toolpaths og ég kynni það í öðrum fyrirlestri en þá er búið til 3D módelið í Fusion og síðan notum við líka Fusion til þess að búa til fræsi leiðirnar fyrir fræsi. En með þessu þá er búið til negatífu, eða tvöfalda negatífu og hérna er simulation í Fusion. En þá myndum við búa til eitthvað svona efni í fræsunum, eins og hér. Það er leiðilegt að vera með embedded video. Og síðan myndum við taka silikon, bara venjulegt mótasilikon, hella ofan í efnið og þá erum við komið með negatífuna út úr því. Og þaðan getum við þá sett annað plastefni eða jafnvel í sumum tilfelli málma. Getum við brætt ofan í silikonmótið. Og silikonmóti er þá í rauninni orðin negatífan okkur. Þannig að í vaxið fræsum við tvöfalda negatífu og síðan búum við til negatífu og síðan positífu í kjölfarið. Og hérna er annað dæmi hvernig hægt að taka í rauninni, hérna er þá í rauninni bara notaður
hlutur sem var til fyrirfram og var hellt ofan í hann. Við vantar betra vídeó, en þetta í rauninni bara ferli það sem við myndum taka. Þá myndum við í rauninni teikna eitthvað upp í Fusion, búa til móta því, fræsa það út og síðan hella silikoni ofan í. Þannig að þetta í boði og síðan líka í boði að fræsa út stóra hluti og þá myndum við þurfa að fara upp í fablabið í Breiðholti og þá erum við með svona stóran fræsi þar og crossfit-plötur eða aðrar efnisplötur þar sem við munum ræða það meira í næstu viku hvað við getum gert. Þetta í sjálfum sér ekkert ósvipað því eins og verkefni 2 þar sem að þið getur búið til í rauninni stóra fleti, fræsta út nákvæmlega með skurðarlínum, bara nákvæmlega sama vinnuflæði í sjálfum sér, nema síðan þarf að undirbúa fræsin, undirbúa hraðaskurðar og alls konar slíks. En með þessu þá þetta fræsa út í miklu þykkara efni, 25, allt upp á 25 mm crossfit-plötum. Það bara vegna þess að 25 mm er það sem þið fengið út í Bíkó, en hámarki hjá okkur bara 9 mm efni. Þannig að það er að búa til húsgögn eða innréttingar eða einhver meiri grindur. Og í þessu ákveðna verkefni þá var, þetta sé ekki bara, þetta bekkur held ég. Ég hef séð þetta sem bekk. Og hérna dæmi bara svona. Í þessu verkefni, þá var hann að fæst þessu, það var líka bara við sögur sem það var ekkert að prósessa þetta og setja þetta saman og þetta mála það og svona. Og þú veist, þið í rauninni bara búið til verkefni þar sem þið notið eitthvað af þessum tækjum í einhvern verkþátt af verkefni. Já. Skiljum við. Hvað sem það er að búa til húsgagn eða búa til hillu eða eitthvað þannig og þið megið nota önnur verkfæri líka. En þið þurfum bara að dokumentera það allt og sýna fram á hvernig þið gerðum það. Þannig að þetta verður búið líka að fræsa út svona stærri hlut og aftur, þetta í rauninni mjög, þetta er mjög svipað eins og leysiskeraverkefnið í vinnuflæði og verkefni sem kom hérna undan í rauninni ekkert ósvipað 3D-teikningum sem slíkri. Bæði er gert í einhverju hönnunarforriti eins og Fusion eða SolidWorks, það er líka að nota það, eða Inventor, bæði notið og síðan takið það út og prósessið og dokumentið það líka. Þetta er hópaverkefni frekar heldur en einstaklingsverkefni, aðalega vegna þess að það er líka bara gott að bara vinna svona verkefni í hóp, en líka bara takmarkanir og skorður þegar kemur að bara tækjum. Ég á ekki fleiri tæki alltaf. Þannig að það er bara einn í einu að nota. Þannig að þetta eru þessi 2 verkefni og förum aðeins lengra inn í fyrirlesturinn að það er að gera í rauninni, það er að gera rosalega mikið. Í þessum tækjabúnaði sem við erum að tala að hérna dæmi sem sagt, og þá erum við kannski líka farin að tala aðeins samþættingu tækjabúnaði. Ef þú ert með aðgang að leysiskera, þá getur við gert X. En þú ert með aðgang að leysiskera og fræsi og 3D-prentara, þá getur við farið að þá er miklu breiðari, við skalast upp miklu hraðar eftir því sem að tækin eru notuð í sameiningu. Og hérna dæmi sem sagt, svona hlífðarskjöld, að sem sagt í COVID þá fór alveg allur heimurinn af stað þegar fólk fór átt að segja á því að það væri takmarkaðar birgðir af alls konar íhlutum í heiminum. Og það voru mörg fablur sem fór á stað og byrjaði að búa til hannanir af svona hlífðarskjöldum meðal annars. Ef þið hafið áhuga, þá er hérna inn á GitHub og inn í fyrirlestunum eru hlekkir á documentation á hvernig fólk getur bæði sótt skrárnar, hönnunarskrárnar, nota þær, hvernig þær eru prófaðar, hvernig þær eru hannaðar og svo framvegis. Og ég man ekki hvað þessi skjöldur var búin til í miklu upplagi, en það var alveg talsvert. Það var alls konar hérna til. Það er ekki bara hlífðarskildir sem voru búin til, heldur var alls konar eins og hérna quick shield, það er þetta, melt blowing, það verður búið til, hérna er sem sagt pælingum að búa til sem sagt grímur, eða sem sagt búa til efnið sem að þarf til þess að búa til grímur.
Hérna verið að skoða hvernig þetta búa til svona pröfupinna. Það alls konar, fólk hefur verið að pæla í hvernig hægt að búa til alls konar og út af því að tækjabúnaðurinn svo sambærilegur á milli í rauninni FabLaba eða svona makerspace að þá í rauninni ef einn kemst upp á lagið með að búa til eitthvað sem virkar þá getur í rauninni allir farið að gera það bara hjá lokal samfélaginu sínu og fyrir samfélög sem eru kannski mjög afskekt eða eru kannski illa búin undir svona faraldur eins og COVID að þá getur þetta bara breytt algjörlega leiksviðinu fyrir svona krísur eins og hérna. Ef þú getur í rauninni búið til hlutina lokali. Hérna dæmi það. Hérna svo dæmi vélbúnað, það að segja fólk sem hefur búið til og fræst niður í rauninni efni til þess að búa til aðra fræsara eða aðra 3D-prentara eða eitthvað svoleiðis. Það svo kannski ekki endilega krafa í þessum áfanga að fara allavega leið að búa til, við erum sem í öðrum áfangum sem að taka fyrir þessa tækni. En þið mætti klárlega búa til einhverja ramma ef þið hafið áhuga á því. Þið þurfið ekki endilega að sýna fram á fulla virkni en að sýna fram á hönnunarferli, fræsinguna, hvað þið þurftu að taka tillit til og svo framvegis. En ég hugsa nú reyndar að það sé skemmtilega fyrir ykkur að taka fyrir eitthvað sem að því í rauninni náið að klára innan tímaramma áfangans. En hérna dæmi vefsíðu þar sem að fjallað það. Þjarkar, fólk hefur verið alveg að búa til íhluti og dót fyrir vélmenni eða róbóta. Allt frá því að steypa út, 3D-prenta eða laserskera tannhjól og svo framvegis. Þið náttúrulega í gegnum það að hafa farið í gegnum laserskeran þá sjáu þið hvað þið getið í rauninni búið til bara flókin form sem væri mjög auðvelt erfitt að gera með handverki. Og sérstaklega þið getið gert þau aftur og aftur bara með nákvæmum toleranceum og svo framvegis. Þannig að hérna dæmi það svona fjarka sem eru kannski búnir til úr mörgum mismunandi pörtum. Bátar, þetta áhugavert dæmi þar sem að einhver gerir kajak úr svona trefjaplasti og þá í rauninni fræst út allur ramminn og innvolsið í kajaknum og síðan nota bara svona trefjaplast til þess að klæða hana utan og þetta svona samsett verkefni úr mörgum mismunandi þáttum sem mjög áhugavert og skemmtilegt. Hjól, hérna einhver sem hafi búið til ramma utan hjól og crossfit og þá reyndar eru náttúrulega íhlutir í hjólinu eins og keðjan og stíginn og dekkin og allt þetta ekki búið til í FabLab sem slíku en ramminn, freymið það. Drónar, hérna þetta kannski ekki sérstaklega góð mynd. Jú, hérna einhverju sem hafa verið að búa til þá íhluti í dróna í FabLab og tekið það saman marga mismunandi þætti, bæði náttúrulega rafrásarfræsingu og rafrásarhönnun en það ekki partur af þessum áfanga þannig að það verður kannski ekki að fara það langt. En ef þið vildu þá gætu til dæmis búið til og steypt út vængi, gætu steypt út alls konar hýsingar og hulsur, eitthvað sem að myndi alveg vera hægt að gera það í 3D-prentun en það sem að mótun, útsteyping og mótagerð hefur umfram 3D-prentun það tekur miklu skemmri tíma, þeir eru bara með mótið, þrýstir plastinu inn í rauninni og síðan eftir, það tekur kannski nokkrar mínútur í staðinn fyrir kannski allt undir klukkutíma að fá í rauninni íhlutin. Þess vegna mótagerð hún miklu meira cost-effective fyrir ákveðnar gerðir af hlutum fremur heldur með 3D-prentun. Miklu auðveldar að framleiða hluti með mótagerð og útsteypingu. En það samt að breytast. Bílar, hérna einhver sem hafi gert ramma og hýsingu utan bíl með tilheyrandi. Vængir fyrir vindmyllu, hérna einhver sem hafi notað þá í rauninni þá mótagerð til þess að búa til væng og einhverjir tímsparkarar hefðu nú kannski þekkingu á þessu og hafa gert þetta. En þá í rauninni notuð þessi XPS-plata
þá frauðplast þá fræst út og það þá steypt einhver trefjaplast utan það og ræktum. Ég var svo sem búinn að fara í gegnum þetta í fyrsta tíma en það þá íhlutir fræstur út eða búnir til fyrir það búna sem getur staðið undir ræktun. En já, gervilimir, útlimir, þetta búið til íhlutir fyrir þá og hefur verið gert talsvert. Skóbúnaður, sólar, þetta líka áhugavert, þar sem einhver hafði búið til í rauninni mót og steypt út skósóla og það var mótið í rauninni búið til í vaxi, fræst út og skósóla þá steyptir út úr einhverju efni eftir á. Það var ekki eitthvað sem 3D-prentun byði upp á sem slíkt af því að 3D-prentun bara með mjög takmarkað í rauninni efnisval en með þessu þá getum við farið að steypa út í gúmmí eða epoxyresin, alls konar úritani. Jú, en ég held að það var ekki eins sterkt sko. Af því að í rauninni bindingin eftir leir fyrir leir ekki eins sterk eins og að þú í rauninni steypir allt saman á sama tíma. Þannig að það í rauninni kosturinn við fræsingu. Þegar þú í rauninni býrð til hlutin alveg frá grunni alveg strax meðan að 3D-prentun. Hún er frábær þegar þú þarft að búa til mjög flókna hluti og hún er kannski ekki eins frábær ef þú ætlar að búa til mjög einfalda hluti og mikið. Ég held samt að Adidas eru á 3D-prenta sóla. Ég hef reyndar heyrt það núna undanfarið, já. Já, þeir eru með bara svona, þú googlar bara Adidas 4D. Hvað sagði, 4D? 4D, já. Emmett. Þetta er náttúrulega klikka, sko. Þetta var alveg, við varum að segja þessu við fjórum og Það er svo margt að breyta, sko, á milli ára bara. Ekki mikið af þessum Jú, þú getur líka gert það, sko. En það er bara, sumir og náttúrulega klassískt mótagerð miklu, hún miklu eldri, heldur en 3D-prentun og ég man ekki, ef einhver hefur leikið sér með tindáta eða eitthvað svoleiðis gamla daga, það er allt búið til og steypt út úr einhverjum mótum. En bara fáránlega einfalt Lego, náttúrulega, búið til í mótum. Þannig að þetta er að breytast. En þetta er töff, sko. Maður þurfti að horfa á þetta vídeó til að átta að sjá, sko, kostunum umfram þetta. En ok, skósólar. Þetta væri í raun og veru hægt að gera í okkur, sko. Ég er ekkert svo viss að þú myndir geta búið til flottan skósóla í 3D-prentarunum sem slíkum, sko. En ég geti þá alveg aftur átt við mér. Leikföng, náttúrulega klassískt. Og þetta eru, eitthvað af þessu eru verkefni sem að hafa svo farið áfram og orðið bara að hreinlega fyrirtækjum. Þannig að það er að gera allan skrattan. Hljóðfæri er eitt sem er mjög áhugavert og hefur verið að taka, það eru margir sem eru farnir að gera þetta. Það eru fablöp út á landi sem eru að halda námskeið í hljóðfærigerð í fræsingu. Þá fólk bara fræs út sín eigin hljóðfæri frá grunni. En þetta er lengra ferli og krefst kannski aðeins svona meiri hugsunar, bæði hvað varðar efnisval, undirbúning, post-processing og svo framvegis, en þetta er hægt að gera. Húsgögn, þetta er náttúrulega mjög klassískt, búið til stól eða bekk eða eitthvað svoleiðis. Og náttúrulega innvols, það er bara fræs út hillur eða einhverjar bókastæður eða eitthvað svoleiðis eða viltuð. Og þá kom aðeins kannski að því hvað væri raunhæft að gera. Að einhverju leyti væri raunhæft að búa til styttur með einhverjum íhlutum, sérstaklega kannski skúlptúr eða eitthvað svoleiðis sem að hefur kannski parta sem eru mjög sambærilegir, eitthvað svoleiðis. Til dæmis dæmi einhverja styttu þar sem að einhverjir hlutir voru bara, einhverjir hlutir eru fræstir út
einhver hlutir eru steyptir út, einhver hlutir eru 3D-prentaðir, síðan þetta allt í rauninni postprocessað með því að sparsla í það. Já, kannski, en styttur, hérna var líka íhlutir fyrir eins og skák eða einhverjir hlutir sem að meira svona stofustáss, hlutir sem að þarf að gera mikið af, borð, stólar, eða eitthvað þannlega. Þetta þarf ekki að vera mjög intricate, þetta meira spurningum að þið bara notið tækin, fáið tækifæri til þess að undirbúa hluti fyrir notkun á tækjabúnaðinn. Ég ekkert endilega að fara að ýta á ykkur að kannski endilega fara eins mikið í tóleransa og svona flækjustig eins og var á 3D-prentaran. Þetta meira bara að þið fáið aðeins tilfinningu fyrir hvað þetta hvernig þið notið það, hvernig þið undirbúið skjöl fyrir tækið og svo framvegis. Af því að þegar kemur að fræsingu að það er miklu stærra tækifæri, það er miklu meira virðistilboð að kunna á fræsi seinna meir. Tæki sem getur skorið út svona stóra fleti heldur en endilega 3D-prentum sem slíka. Og 3D-prentum sem er praktís og gott að vita og gott að kunna og er alltaf meira og meira viðeigandi í iðnaðinum, að þá er fræsing miklu algengari leið til þess að framleiða hluti. Þannig að þetta er meira spurningum að þið fáið tækifæri til að spreyta ykkur á notkun á hvort heldur sem það er búið til mót og stæði bútið það eða að búa til stærri byggingareining. Hérna var ég með hjólabretti, en þið eru náttúrulega ekki að fara að taka fyrir trefjaplast sem slíkt og fyrirlestunum sín í fyrra. Þetta er hugvekjandi en kannski ekki viðeigandi, þannig að það er kannski meira eitthvað í þessum dúr, sem er svona hugmyndin mín fyrir ykkur. En er eitthvað svona einhverja pælingar? Þetta. Einhverja pælingar, þú? Það er takmark á hversu mikið efni við notað í fælingum. Já, þau sem er 1,5 sem 1,5 metrar. Það er þá 9 sinnum meira heldur en í flesiskeran. Og þykkara efni líka. Ég var bara eftir að panta það og næstu viku þá kannski búið til hópa og þið veljið ykkur hvort þið ætla að taka fyrir. Það getur verið ágætt kannski í þessari viku og því aðeins ræðið ykkur hvað myndu vilja gera, sjá fyrir ykkur að gera, hvernig myndu vilja að skipta því á milli ykkur og svo framvegis og síðan í næstu viku þá fáið þið fyrsta lagi tækifæri til að velja ykkur í hópa og ef ekki þá skipa ég ykkur í hópa. Þannig að segja að við getum gert hlut sem notað kannski leysiskurð og svo fræsingu líka. Já. Fyrir þá þessar björnumbann sem notum í leysiskurðin. Jú. Þannig að við höfum líka að vært aðgang á aðeins sem Já, þið hafið aðgang að einhverju aðeins meira efni í leysiskurðinu, við viljum nota það. Þannig að við gætu til dæmis sameinað og búið til mót af einhverju vinkilefni sem getur leysiskorið plötur sem að í rauninni passa inn í það, fattarðu, til þess að búa til húsgagn eða eitthvað leiðis. Eða á the flip side, þið gætu fræst út eitthvað í stóra plötu og 3D-prenta svo eitthvað til að festa það saman. Megið nota þessi tæki sem þið eru búin að læra á í samhengi við tækin sem í samhengi við fræsinguna til þess að í rauninni stækka verkefnið sem slíkt. En ef ykkur vantar innblástur, kannski fyrir ykkur er aðeins skemmtilega núna þess að velja ykkur aðferðafræði fyrir maður heldur en endilega hlut, en ef þið eru með hlut í huga sem það ykkur myndi langa til að búa til þannig að sjálfsögðu megið þið byrja á þeim grunni, en það gæti kannski verið auðveldara fyrir ykkur að ákveða ég vil prófa að nota stóran fræsi og hann eitthvað fyrir hann, eða ég vil prófa að búa með til mót í litlum fræsi og hann eitthvað fyrir hann. Þannig að þetta er eitthvað sem ég getur bara aðeins valið, en 3 í hóp.
Þannig að þetta þá í rauninni heildar kannski 10 verkefni sem að þurfa að komast í tæki. En síðan þarf ég útskýra það betur kannski aðeins næstu viku hvernig verkaskiptingin á að vera, af því að partur af verkefninu líka, það verður sem sagt þá annar partur af lokaverkefninu verður þá kannski að velja annað tæki sem ekki kannski boðið í áfanganum en að skilgreina tæki. Og þá er ég að tala kannski útsaumsvél eða plasmaskurðarvél eða málm 3D-prent, bara leita að upplýsingum og aðeins búa til svona smá yfirlit og skilgreina tækjum. Prjónavél, það til svo mörg tæki aðeins sem eru komin á markaðinn og líka sem eru nýkomin á markaðinn að ég held að svona partur á lokaverkefninu verður líka bara aðeins að skoða eitthvað annað tæki og kvantifæja það. Það bara það er svona pínu ritgerð en kannski ekki skýrsla sem fer bara inn á vefsíðunni. Öll skilin á vefsíðu. Það er engin skýrsla. Í loka áfangans verður svo, það munið þið kynna verkefninu. Það er það bara í huga. En ég gef ykkur bara svona yfirlit yfir verkefni í næstu. Það er þess að klára sansa. Ég kom til að segja, það að nota mörg mismunandi fyrir þetta verkefni? Ég að breyta þessu frá því sem þið væri í fyrra. Þið veljið ykkur eitt af tvennum. Og þið veljið ykkur þá annars vegar að fræsa mót og fara út í mótigerð. Það er svona injection molding. Og það er þá í rauninni að búa til tvíhliða mót sem þú í rauninni þrýstir einhverju inn í. Hins vegar það að fræsa út á stórum fleti úr crossfit eða samskonar sem þá í rauninni, þetta líkara 3D-prentun og þetta líkara laserskurðum, bæði í hönnun og undirbúning. Right. Annars það ekkert mikið lengur hjá okkur í dag nema það hafið spurningar. Ég ætla bara að stoppa fyrirlesturinn í bili.